Við stöndum frammi fyrir mjög erfiðum tímum núna, við erum að fá fréttir af dauðsföllum út allan heim og þetta er að færast nær okkur og það er verið að ráðleggja okkur að gjörsamlega breyta öllu því hvernig við höfum lífið okkar, að halda okkur inni, forðast, að heimsækja vini og ættingja, sniðganga líkamsræktarúrræði og ýmislegt, halda fjarlægð við aðra. Og þetta er verið svolítið öfugt við það sem við erum yfirleitt í sálfræðingar að ráðleggja fólki að fara meira meðal fólks og gera skemmtilega hlutur. Þannig að þetta getur eðlilega ýtt undir vanlíðan allt saman. Og það er rosalega margt sem að mæðir á okkur akkurat núna. Við höfum áhyggjur af því að hvað ef við veikjum sjálf, hvað ef einhver sem okkur þykir vænt veikist, hvað ef við smitum einhvern. Og við höfum líka áhyggjur af fjárhagnum, hvort við munum halda starfinu, sumir eru þegar búin að missa starfið sitt, skólagöngu barnanna, þannig að það er verið mjög mikið álag á okkur öllum. Og við náttúrulega erum að aðstoða fólk við kvíða alla daga og segjum iðulega við fólk að það er eðlilegt að vera kvíðin upp á vissu marki. Og í þessum aðstæðum núna er það alveg sérstaklega eðlilegt að vera kvíðin upp á vissu marki. Það getur verið mjög hjálplegt að hafa áhyggjur af ástandinu, ekki ómiklar þó, bara næg til þess að við tökum þetta alvarlega að fara eftir leiðbeiningum landlæknis að þvo hendur og halda okkur fjarri fólki sem við ekki þekkjum og þar fram til götum. En ef áhyggjurnar verða allt of mikla, þá erum við kannski bara hringsnúast í kringum okkur sjálf og aðhöfumst fátt og erum hálf skelfingu lostin og lömuð að kvíða, kannski þorum ekki einu sinni til læknis þótt við þurfum á að halda eða erum endurtekið að leita eftir að fá staðfestingu á því að við séum ekki smituð og svo framvegis. Þannig að, og við vitum að það eru sumar viðkvæmari fyrir kvíðaáhyggjum en aðrir. Til dæmis þeir sem eru gjarnir áhyggjur fyrir, þeir sem hafa heilsukvíða, þeir sem hafa tendens til þunglyndis og eðlilega hafa þeir líka áhyggjur sem hafa undirliggjandi sjúkdóma. Þannig að það er gott að minna sig á að það er ekki hættulegt að vera kvíðin í sjálfu sér og þetta líður hjá, þetta er tímabil sem við komumst í gegnum. Við erum fagna í sumar vonandi. Já, við höldum mjög mikið upp á þetta þegar þetta líður hjá. En hvað er eðlilegt að vera kvíðin? Það er eðlilegt að vera á varðbergi, að passa sig, að fara varlega, að fylgja leiðbeiningum landlæknis, en þegar við okkur fara að líða alveg rosalega illa, við erum bara með þetta algjörlega á heilanum, rosalega stressuð eða döpur, vonlaus og við náum ekki að njóta neins. Að þá má segja að kvíðin sé orðin allt of mikill og þá kannski ástæða þess að gera eitthvað í honum. Og það er gott að það er að hugsa þetta svolítið fyrir ykkur og líka sem leiðbeininga fyrir ykkar nánustu ef þið sjáuð einhvern í kringum ykkur eða hafið undir menn eða samstarfsfólk sem að verið slíða illa. En við bregðumst mjög misjafnlega við og stundum pyrrum okkur á þeim sem að virðast ekki taka þetta alvarlega. En það er líka mjög mannlegt og eðlilegt að stinga hausnum í sandinn og sérstaklega eftir því sem við erum yngri að þá finnst okkur rosalega erfitt að trúa að eitthvað slæmt geti komið fyrir okkur og verðum þá kannski svolítið glannaleg. Og afneitun er náttúrulega líka ríkur þáttur í þessu sem að við eigum til að gera. Að bara horfast í augu við vandann og kannski eftir því sem þetta kemur nær okkur því svona erfiðara er að horfa fram hjá þessu. Og það er gott að hafa það í huga að það eru neikvæðar hugsanir geta gert okkur dálítið erfitt fyrir ef við verðum mjög neikvæð og grufl. Og grufl er svolítið svona þetta að hafa tendensis að vera að velta sér endalaust upp úr hlutum. Og það er eðlilega mjög hætt við því akkurat í þessum aðstæðum þegar slæmi hlutir eru að gerast að festast í því og vera bara að pæla í þessu alveg frá morgni til kvölds. Og það getur verið með ýmiss konar neikvæðar hugsanir. Það getur verið svona hvað ef hugsanir, hvað ef ég smiti einhvern sem ég þykir vænt hvað ef einhver sem ég þykir vænt deyr. Þannig þetta er oft svona hvað ef hugsanir, það getur líka verið hvers vegna er þetta að koma fyrir okkur, hvað svona, hverjum er að kenna. Og stundum erum við að spyrja okkur spurningar sem við getum ekki einu sinni svarað. Það sé hvernig verður þetta, hverjum er að kenna, hvers vegna er þetta að gerast og svo framvegis að þannig að það er ekkert mjög gagnlegt að velta vöngum mjög lengi yfir hlutum ef við erum búin að vera að grufla endalaust yfir einhverju og við fáum engin svör.
kannski komin hálftími, við erum engu nær, að þá má segja að það sé ástæða til þess að reyna að leggja þetta til hliðar. Þetta bara staðan núna og það gagnast ekkert að vera að velta sér alltaf mikið upp úr þessu. Nei. Þetta bara svona. Já. Og einhvern tímann hefur því verið haldið fram að það sé raun og veru þeir sem eru þunglindir sem að sé að sjá hlutinni réttu ljósi, en ég held að getur nú hjálpa okkur að vera kannski eilítið bjartsýn heldur en hitt. Að alveg eins og við værum að klifra í þvernhýftum klettum og við sjáum að það eru fleiri 100 metra niður og við hugsaum að sko ef ég hrapa hérna niður þá er ég sennilega dáin og þetta alveg sjálf sér rökrétt hugsun en gagnlegt að dvelja við það. Eða betra að fikra sig bara áfram og taka eitt skref í einu og sjá svo bara hvernig þetta þokast áfram. Þannig að við mælum svona með eilítið jákvæðri skekku og náttúrulega sko til þess bara að stuðla að bættri líðan okkar sjálfra og annarra og við erum ekkert betur færir að leysa vandann þótt við séum alveg á öðrum endanum að hafa áhyggjur af þessu frá morgun til kvölds að breytir engum hvernig hlutinni fara og við erum ekki að afstýra neinu með hugsunum einum og sér. Við erum bara að valda okkur vanlíðan og gera verkum að við erum kannski bara ennþá verið í stakk búin til að takast á við einhver erfiðleika ef eitthvað skyldi gerast. Við viljum endilega hvetja fólk til þess að verja frekar tíman mjög að hugsa lausnir á málunum frekar en að vera að grufla yfir hvers vegna og á hverju og hvernig fyrir þetta. Og dæmi það eins og til bara hvað er það sem ég get gert? Hvernig get ég lagt mitt af mörkum til þess að draga úr til þess að verða mig og fólki í kringum mig og samfélagið mitt. Og hvað get ég gert til þess að reyna að gera daginn minn eins góðan og ég get? Og halda í jafnvægi og tryggt að ég sé hreyfingu og þar fram til götunum. Hvað get ég gert til að dreifa huganum? Til þess að það er stundum svolítið erfitt þegar fólk verður mjög áhyggjufullt. Það segir oft ok, ég get bara ekki hægt að hugsa þetta. Þá þarf maður kannski svolítið að finna einhver verkefni, finna sér út og við komum aðeins að því á eftir. Hvað getur maður gert þá til að dreifa huganum? Eitthvað sem maður truflar grufli hjá manni og áhyggjurnar. En hvað er hægt að gera til að halda sig bara í jafnvægi á þessum tímum? Bara komast í gegnum þessar næstu vikur? Númer 1 að fylgja leiðbeiningu sem landlæknir gefur út og fylgja þeim bara vel. Því að það er það sem þeir sem að vita betur segja að við þurfum að gera til þess að tryggja öryggi okkar og annarra. Og sömuleiðis að átta sig á því að það er alveg ósköp eðlilegt að maður sé pínu stressaður núna eða áhyggjufullur og það er ekkert hættulegt við það. Og hvað getur maður gert til að dreifa huganum frá áhyggjum og svoleiðis? Stundum er gott að finna eitthvað sem að er mjög krefjandi, þannig að maður getur ekki hugsað annað, alveg eins og að reyna læra einhvern dans, þar sem maður þarf að spá í sporin eða vera í tölvuleik eða eiga einhver skemmtileg samtölu fólk eitthvað annað heldur en COVID af því að okkur hætti til að ræða þetta líka alveg út í eitt og upp á vissum marki höfum við þörf fyrir það. En það er líka gott að tala eitthvað annað, afla sér þekkingar á einhverju, öðru en COVID, einhverju sem við höfum áhuga á að fræðast meira að nýta tímann í það. Og það er ofsalega mikilvægt að halda rútínu. Þú tókst svo skemmtilegt dæmi í morgun. Já, eins og til dæmis það, ef maður er staddur í þeim sporum að vera að vinna heima frá sér, að passa upp á það, maður taki bara daginn svolítið svipað eins og maður væri að mæta í vinnuna, að maður vakni, maður fari á fætur, fari í sturtu og fái sér morgumat og lesi blöðin ef maður vill eða sleppi því eftir því sem við á. Setja sér varlit ef maður er vanur því. Já, mála sig og punta sig og jafnvel það var einn sem sagði mér frá því sem ég fannst mjög góð hugmynd og það var það að hún fór alltaf út úr húsi eins og hún væri að fara að labba í vinnuna. Þannig hún tók sér göngutúr áður en hún fór svo aftur heim til sín í vinnuna og byrjaði að vinna og endaði daginn þannig líka. Þannig að það var alveg svona skýrt upphaf og skýr endir á vinnudeginum hennar. Og mér veist allavega fyrir mitt leyti, ég held að ég kom til að nota það ef ég þarf að fara í sóttkví. Já. Huga áfram að hreyfingu, hún er ofsalega mikilvæg bara til þess að halda ykkur í jafnvægi, dregur úr streitu, dregur úr þunglyndi og mér skilst að lóð sé að verða uppselt í bænum, nú er allir að byrgja sig upp á lóðum til þess að geta æft sig heima, en það er líka að fara í labbitúr, það er að fara út að hlaupa. Passa upp á svefnin, sem ekki sólarhringnum við. Það er náttúrulega ýmsar freistingar sem er í boði fyrir mann en að reyna að halda sig við það virkidagar eru vinnudagar, helgar eru helgar.
þó að við séum heima. Og reyna að huga sérstaklega tengslum við aðra. Bæði náttúrulega hafa reglulega samband við fólki kringum okkur sem að geti þurft stuðning að halda og líka bara fyrir okkur, fyrir að halda félagslífi en breyta því þá bara forminu þannig að við erum að tala meira í síma eða á Skype. Já, það var einn sem var á saumaklúbbi gegnum Skype daginn og sagði að það hefði verið alveg æðislegt. Verst að missa veitingunum, ha? Já, ég meina þú getur bakað sjálf heima þér, það er ekkert vandamál. Eða eldaður eitthvað gott. Þannig að við búum reynda vel við það, að við erum öll vel nettengt og það er svo margt sem hægt er að gera í gegnum netmiðla. Og líka það er annað að við eigum svolítið erfitt með að þola óvissu og okkur finnst afskaplega óþægilegt að það eina okkar helsta staðreynd sem bara þó vitum alveg frá upphafi er að við munum deyja og allt þetta en þegar einhvern veginn stöndum frammi fyrir möguleikanum að það gæti mögulega einhvern mann gerst núna fyrir einhvern sem við þekkjum eða eitthvað svoleiðis, ég eftir okkur sjálf að þá verðum við ofsalega upptekin af því og finnst það rosalega bara ekki að vera svona þó að þetta sé raun og veru óumflýjanleg staðreynd. Þannig að gott að minna sér svolítið á það bara er allt óviss í þessu lífi, nema kannski þetta og hérna að það er hægt að æfa sig að þola við því, við þolum óviss á ýmsum sviðum, við förum út í umferðina á hverjum degi sem er jafnvel hættulegra en það sem við nú stöndum frammi fyrir, keyrum út á land, við getum líka lent í ýmsum hremmingum þar, þannig að við þolum óvissu á ýmsum sviðum. En það er eins og stundum þá þolum við ekki óvissu, sérstaklega það er eitthvað sem við þekkjum ekki, því við erum oft hrædd við það sem við þekkjum ekki, að hérna þá leggst það verr í okkur, þó það sé í sjálfu sér kannski ekki hættulegra en margt annað sem við gerum frá degi til dags. Og við erum ekkert kannski með stöðugar áhyggjur af því að við getum lent í árekstri, við getum hérna örkumlast í umferðinni, þó að það sé kannski bara meira hætta á lendi því. Þannig að, og maður getur æft sig að þola betur óvissu. Í stundum með áhyggjum þá erum við að reyna að leysa allt, sjá allt fyrir og hugsa, að finna lausnir, hvað ef þetta gerist, þá ger ég þetta og hvað ef hitt gerist, í staðinn fyrir bara svona að hugsa svo fer sem fer. Ég bara geri það sem ég get og svo bara kemur þetta allt saman í ljós. Og bara segja þetta við sig þegar áhyggjurnar koma. Þegar það koma að bara já, kannski gerist þetta. Það kemur upp hugsun eins og hvað ef, þú veist. Hvað ef ég fæ COVID eitthvað svoleiðis, bara svona að segja það bara við sig, já, þá tek ég að því, já, kannski fæ ég COVID. Það er ekki gott að segja, þá erum við að æfa okkur að þola við í óvissunni. Af því að þýðir heldur ekkert að plata sig með því að segja sig bara að þetta allt verði í lagi alltaf, æfina út, því að auðvitað er bara lífið erfitt og það getur allt gerst. Svo er þetta með að reyna að draga þessu úr því hvað maður er mikið að leysa sér til COVID. Ég veit að það er afskaplega erfitt eins og bara inn á öllum samfélagsmiðlum og Facebook það að vera að bombardera mann með ýmsum upplýsingum og fréttum, hörmungafréttum þetta ástand. Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum, þannig að ég vildi heldur hvetja fólk til þess að deila kannski einhverju öðru en því ef ég mætti fá að ráða. Og reyna svona frekar að gera eitthvað til þess að reyna að létta öðrum lundina frekar en að vera minna mann á það sem maður veit hvort þið er. Já. Og ég held að það skiptir rosalega miklu máli í húmorinu og það er alltaf gaman að sjá hvað fólk er að deila alls konar skopmyndum og bröndurum í tengslum við þetta og það er eitt sem leið sem við notum oft til þess að fást við streitu sem er svona uppbyggileg. Að reyna að halda húmorinn, finna einhverja fyndna fréttir og deila með öðrum. Taka eftir góðum fréttum, það sem er í rétta átt, skemmtilegum fréttum, fyndnum, astnalegum fréttum, að hérna gera sér svolítið upptekinn af svona og svo spurning líka með vinnustæðin, hvað getum maður gert, eins og við höfum reynt á kvíðameðferðarstöðinni, þó auðvitað eigum við þessar samræður, alvarlega samræður, að þá reynum við svolítið að tala eitthvað annað en þetta í kaffitímum, þegar við sitjum með 2 metra milli fyrir okkar á milli, En svona svolítið að hafa þetta á léttu nótunum og nota húmorinn. Og já, þau ykkar sem eru yfirmenn líka, það er spurning með þetta, það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að vera í tengslum við bara starfsmenn að fylgjast með líðan, jafnvel að taka upp tóli og hringja og tékka fólki, hvernig gengur, hvernig hefur það, hvernig líður þér og huga þeim sem eru í áhættuhóp, sem kannski eru með undirliggjandi sjúkdóma eða eru með einhvern nálægt sér sem þeir eru hræddir að gætu fengið þetta og svoleiðis að veita fólki stuðning. Líka þeir sem hafa glímt við kvíða og þunglyndi.
Því að við vitum að þeim sérstaklega hætt við því og það auðvitað vaxandi áhyggjur núna í heiminum af einangrun. Að fólk sé að einangrast, því við erum náttúrulega auðvitað mælt með því og við viljum að fólk einangri sig en það heldur ekki gott fyrir suma hópa að einangrast of. Þannig að hvað hægt að gera og hugsa svolítið út fyrir sig líka. Hverja get ég verið í tengslum við, veitt stuðning í kringum mig, mínu nærumhverfi. Og eiga náttúrulega spjalli við netið, við starfsmenn, það líka bara þetta, huga fræðslu. Og svo eitt sem að mér dettur í hug líka þegar við erum að tala þetta og það sem sagt að því að nú eru sumir að vinna heiman frá sér og eru kannski með þó nokkuð mörg verkefni sem þeir eiga að sinna heiman, samhliða því sem að börnin eru ekki í skólanum og það er ýmislegt sem maður þarf að hugað með þau líka, þannig að það er ekki alveg vinnufriður endilega heima. Að sumir eru að hafa ágjur af því að geta ekki klára verkefnin sín. Það er eitthvað til þess að ræða allan við sína starfsmenn ef það eru mikið verkefni sem eru hrannast upp og þau hreinlega ná ekki að ráða við sökum aðstæðna. Já, og það er líka bara að huga skipulagsmálum. Er einhverju svona sem hentar einhverjum að koma inn helgar eða á kvöldin inn á vinnustæðin til þess að vinna, til þess að ná rammanum, til þess að fá frið? Vantar fólk aðstöður hreinlega til þess að vinna, til þess að koma einhverju í verk? Er hægt að leysa slíkt, þannig að því það hafa ekki allir aðgang að einhverjum sumarbústað, einhverjum auðum húsnæðum einhvers stað til þess að komast aðeins burt? Og já. Svo maður hefur miklar ágjör af sínu starfsfólki að hvetja þá til þess að leita sér aðstöður. Já. Það er bara, og það er gott að minna á það þegar fólk virðist fara að líða mjög illa og það er náttúrulega bara einfaldasta leiðin að spyrja fólk. Stundum erum við feimin að spyrja en það er bara að gera að spyrja hvernig fólki líður með þetta. Þegar við erum orðin einhvern veginn bara virkilega getum ekki hægt að hugsa annað, þegar hægt að njóta alls bara, ekki gaman af hlutum. Og það sem svo skemmtilegt og þess vegna fór hún út í það með eins og kvíða og depur og svona, það má ná svo rosalega góðum árangri með þetta. Og við stundum hugræna atferlismeðferð sem er einn öflugasta meðferð sem til við kvíðavandamálum. Og náttúrulega eins og aðstæður eru núna þá náttúrulega eðla bjóðu fólki upp á það að geta komið og hitt okkur í gegnum fjarfundabúnað sem að margir nýta sér. En ef að fólk kýs heldur að hitta okkur maður og mann þá gerum við það ennþá meðan það er leyfilegt. Stundum getur líka verið gott að koma í fyrsta viðtal og hitta sálfræðinginn og halda svo áfram yfir fjarfundabúnað ef fólk treystir ekki til þess að byrja strax yfir fjarfundabúnað. Það er líka ótrúlega notandi og það kemur fólki á óvart hvað það er þægilegt og auðvelt að hitta bara sálfræðinginn sinni heim í stofu eða inn í svefnherbergi, þar sem maður lokar sig af kannski frá börnunum. Fólk er pínu feimið við þetta en þetta hefur reynst bara mjög vel, þetta hefur komið mjög vel út. Og líka fyrir stjórnendur að fá jafnvel handleiðslu á störf sín, því þetta eru bara fordæmalausa tímar. Við höfum ekkert lent í þessu áður og við erum öll að svona spila þetta svolítið að fingurum fram. En góða er að við vitum nákvæmlega hvernig tilfinningar virka og hvernig hægt að hafa áhrif á þær. Og hvað það er sem að viðheldur vondri líðan yfir lengri tíma, við höfum miklar góða þekking á því. Og alveg eins og við þekkjum eins og með kvíða að það sem að viðheldur kvíða, svona í rauninni það er til dæmis þetta, auðvitað bæði kvíða og þunglyndi, það er verið að grufla, verið endalaust að hugsa það sem að geti farið úrskeiðis, vera með fullt af neikvæðum hugsunum og óvirkni og það er nú svolítið leiðinlegt að auðvitað vera að hvetja okkur til þess að einangra okkur og svona, en það er akkurat einn af svona einangrun lykilvítarhingur sem að viðheldur bæði kvíða og þunglyndi og að forðast það sem manni þykir óþægilegt. Þannig að það er akkurat þetta, hvernig tekst manni að halda virkni þrátt fyrir maður þurfi nánast að vera kannski bara heima hjá sér. Ég var nú einmitt að hugsa okkur að þetta bara svona að fara í keppni við krakkana, bara hlaupa hringinn í kringum innanhús, getum hlaupið ákveðin hring innanhús. Þú veist, fara í hlaupakeppni, finna einhverja leiðir til þess að halda virkni, að halda tengslum við fólk. Svo má náttúrulega fara út ef maður bara ekki nált fólki, þó svo maður sé sóttkví. Og líka hugsa hvað býður þetta upp einhverja möguleika á meðan til svona. Að því þó þetta sé slæmt þetta sé að gerast, þá er þetta alltaf einhverju möguleika. Það er alltaf hægt að líta á þetta sem það eru kannski ákveðin tækifæri til þess að
eyða meiri tíma með fjölskyldunni til þess að fara og kanna nær umhverfi sitt meira, fara í litlar ferðir innanlands, taka með sér nesti, setjast einhverju dættum á, mér skilst að veðurspáin það er skána eins veðrið. Það er gott að það vor núna að fara að koma. Já, og hugsa það voru fyrir alveg að koma, þá getur maður að fara út í garð eða einhvers staðar aðeins utandyra. Og við búum náttúrulega vel að búa á Íslandi, það er stutt í fallega náttúra fyrir þá sem hafa áhuga á því og ýmiss konar útivist sem ekki krefst þess að maður sé ofan í fólki. Og sem betur fyrir ég held að séu einhverju 2 ferkilometrar á mann á Íslandi, 2 ferkilometrar af reyndar eldfjöllum og svona jöklum. Við getum tryggt mikla félagslega einangrun þannig. Já. Þannig að já, ég held að bara. Þá förum við bara að klára þetta. Við viljum bara þakka kærlega fyrir okkur og bendum fólki á ef það hefur áhuga að hafa samband við okkur þá er þetta að finna okkur bara á netsíðun okkar. Netmiðlum og senda tölvupóst á kms.is ef einhver skildi vilja fá aðstoð. Bara þakku fyrir okkur. Takk fyrir.